Gísli Tryggvason næstur á mælendaskrá og henni verður lokað þegar hann hefur lokið máli sínu. Gjörðu svo vel, Gísli. Takk til lýðræðis- og dómstólanefndarinnar fyrir þetta starf. Mér langar fyrst að nefna varðandi aðra greina. Ég held að væri nú til skýringar í ljósi spurningar Vilhjálms og svars hérna áðan út í sal að taka fram ef að þjóðaratkvæðagreiðsla bara ráðgefandi. Alveg svo það tekið fram í fyrstu grein að það bindandi, það að segja til samþykktar eða synjunar. Nú, ég hef ekki haft mjög sterkar skoðun á þessu fyrir eða eftir kjör til stjórnlagaþings á þessu með beint lýðræði, en sem svona töluvert harður fulltrúalýðræði sinni þá finnst mér nú einmitt mikilvægir að tryggja minnihluta þingmanna gagnvart ofríki meirihlutans heldur en að hafa þetta vald mjög mikið og oft hjá þjóðinni. Þannig ég vil nú andmæla því sem ef ég skildi Vilhjálm og Illuga rétt að það ætti að fara út þetta þessi þingmannanefnd. Ég held að við séum með mjög góða fyrirmynd í 42. grein dönsku stjórnarskránar þessa minnihhlutavernd. Þriðjungur þingmanna þar getur farið fram á þjóðaratkvæði og þó þeir hafi ekki gert mikið af því, svo ég viti til, þá held ég að tilvist svona ákvæðis bæti mjög stjórnmálakultúr og auki mjög svona breiða samstöðumál eins og ég þekki að hefur tíðkast mjög lengi í dönsku stjórnmálum. Ég held mér að þessu ákvæði hafi verið beitt eða svipuð ákvæði hafi verið beitt í deilu danskra stjórnmálamanna íslensku handritin. Það tók þess vegna lengri tíma að koma þeim hingað heim vegna þess að það þurfti að fara fyrir eða hvort það var dóm, já. En allavega, ég held að þessi þingmannaréttur eigi að vera þarna og það ákveðin samhljómur í þessu að þriðjungur þingmanna getur líka skotið máli til Hæstaréttar sem stjórnlagadómstóls samkvæmt tillögum sem við samþykktum hérna fyrir nokkrum vikum og ég held að sé ágætt samræmi í því að þeir hafi líka þeir hafa ekki bara hennar lagalega rétt heldur hennar pólitíska rétt að bera undir þjóðina. Og varðandi hættu á misnotkun sem Vilhjálmur tók undir að væri fyrir hendi, þá held ég að það sé ekki hættu á menn misnoti þetta kannski nema einu sinni. Ég held að sífelldar kröfur og óábyrgrar stjórnarandsstöðu hér, nú eða ábyrgrar stjórnarandsstöðu, þetta er nú ekki alltaf óréttmættar kröfur þjóðaratkvæði. Ég held að það sé svolítið ábyrgðarlaust. Það er svo auðvelt að krefjast þess og svo þegar maður er í ríkisstjórn þá er maður annarrar skoðunar. En ef að þeir hafa þetta vald þriðjungur þingmanna, þá munu þeir fara vel með það vegna þess að kjósendur munu eða geta allavega refsa þeim ef að þeir eru með einhverja endalausa vitleysu. Þannig ég vil endilega hafa þetta inni. Takk.